En þessu tengt, þá sá ég statístík líka sem að var á x.com og þetta rannsókn sem er framkvæmt einhvers staðar á Norðurlöndunum, þarna eru rannsakendur Marta Valnínus, Sebastian Lundström, Thomas Frissell, þeir komast að þeirri niðurstöðu að það er 1% þýðisins, það er 1% af því að það er alltaf að tala sko, ég sérstaklega í þessu samhengi sko að kallar séu, að kynbundið ofbeldi og kallar eru svo ofbeldisfullir og miklu morðingjar og allt þetta, en það er bara 1% fólks sem að fremur 63% af öllum ofbeldisglæpum. Það er mjög lítið hlutfall og þetta er alltaf sömu mennirnir aftur og aftur. Það er 0,2% af fólki sem að nokkuð tíman fremur morð, það er einungis 0,2% af öllu þýðinu og 67% af öllum morðingjum hafa áður verið í þessu prósenti eru með einhverja lögreglu sögu sko. Og sem segir okkur aftur að og við höfum tekið þetta dæmi að það er bara lítill hluti karla sem að fremur allt, meira og minna allt ofbeldið og þess vegna er svo galið að vera með einhverja yfirlýsingar það að feðraveldið og karlar almennt séu drullusokkar eins og kvenréttindar hreyfingar vilja alltaf halda fram. Er sem sagt, þessi sem að setur þetta fram var að tala sko að you can literally just fix crime by not tolerating people who show a history of being destructive to society. Það er staðreyndin að þetta er bara lítill hluti fólk sem er ofbeldissneygt og aðalega karlar, en það þýðir ekki að allir karlar séu stór hættulegir. En það er vissulega rétt og ég ætlaði nú að ræða það sko að í samskiptum kynjana þá er nú yfirleitt karlinn sem að ef það er ofbeldi að þá er það karl sem beitir konur ofbeldi. Líkamlegt ofbeldi. Það er að tala um það og karlar, það eru til náttúrulega algjörir drullusokkar, algjörir narsisistar sem að vaða yfir konurnar sínar og beita bæði líkamlegu og andlegu ofbeldi og það er engum blöðum það að fletta og ég af því að ég sá frétt daginn af lögmanni sem að var verið að sýna svona hina hliðina á lögmanninum þegar að tónlistin tók lögmannin svona krútleg frétt hæstaréttarlögmann sem að vera að gera krútlega svona singer folk writer músík og við sjáum bara skrolla niður greinina þetta er svona, hann er með píanóið og með kassagítarinn og allt þetta og svo er ég með næsta link það ekki það sem hann er að syngja sko og svo sjáum bara hvernig músík þetta er mjög angurvær og hugljúf tónlist sko en Já, mér fannst þetta komislið þátt að frétt því að það er verið að ljúka sko, systir mín er að koma út úr sko hryllilegu skilnaðamáli sem að kom eftir hryllilegt hjónaband 15 ára á hreinu helvíti þar sem að hún var með svona klassískum narsisista sem að sagði ítrekka við hana ef þú getur ekki sættu við það að ég sé leiðtoginn í þínu lífi þá þú drullaður út á mínum húsum sko og ég skal láta að vita það ef við skiljum einhvern tíma og þú reynir að taka eitthvað húsið að mér sko þá mun ég drepa þig og hann var bara þarna og það tók mörg ár fyrir systir mín að koma sér út úr þessu hjónabandi og fyrir 1,5 ára síðan þá gerum hún það loksins eftir eitt ofbeldiskastið hans þar sem hann hendi henni út úr sínu eigin húsnæði og síðan er þessi lögmaður sem við sáum syngja angurværu tónlistina, hann er búinn að vera að verja hagsmuni ofbeldismannsins og þetta lögmenn þurfa að taka að sér alls konar mál, ég er ekki að segja að eiga allir rétt á lögmanni sko, en það sem að sló mig í þessu er að þessi lögmaður, hann fór fram á það að eiginkonan, þessu tilvikið, systir mín að hún fengi ekki krónu út úr fjárskiptum hjónabandsins fyrir en að hún væri búin að skrifa undir klausu sem að þessi lögmaður samdi að hún myndi afsala sér öllum þeim rétti sem hún hefði til þess að sækja mál gegn honum. Af því að hann hafði sko, hann gekk í fjármuni fyrirtækisins sem þau áttu saman, hann rændi út úr fyrirtækinu alls konar tólum og tækjum, hann gekk út úr fyrirtækinu og stofnaði sitt eigið og rændi öllum verkefnum fyrirtækisins og bara alls konar svona lögleysur sem hann gerði, sem að lögmaður okkar sagði bara klárt mál, þetta eru lögbrot og við þurfum bara að sækja þau. En þessi angurværi tónlistarlögmaður, hann fekk það í gegn að
og kúaði systur mína í raun og veru því að henni var hent út úr húsinu og hún hafði engin hús að venda. Hún fekk ekki krónu út úr skilnaðinum fyrr en að hún væri búin að afsala sér lögbundnum stjórnarskrárvörðum rétti sínum til þess að sækja á þau mál sem að brotið hefði verið á henni sko. Já. Þannig að þetta hann kannski semur lag þetta. Já, hann kannski semur eitthvað angurvært hugljúft lag til þess að syngja þetta mál en svona þetta nú maður. Það var ekki líka eitthvað önnur tenging á honum við... Jú, einmitt konan hans lögmaður líka og hún hefur svona verið sko í framlínu einmitt svona kvenréttinda lögmennsku í raun og veru. Ég held að hún hafi verið með í þessum málum sem fóru fyrir Evrópudómstólinn þar sem að það voru kærðir úrskurðir lögreglu sem að létu mál falla niður, konur sem hefðu kært nauðganir eða ofbeldi og lögreglan felldi máli niður vegna skorts á sönnunargögnum sem ótrúlega dapurlegt og allt það en sú kona þessa lögmanns, hún var sem sagt í þeim málum að kæra þessa úrskurði og svona fara fram fyrir sko, hún var að beita sér í lögmennsku gegn kynbundnu ofbeldi, þú veist, og gott hún var ekki lögmaður Eddu Falag líka, segir mér þá. Þannig að það er svona ákveðnir skemmtilegi kontrastar í þessu að þessi hjón sem í lögmennskunni, annað að svona slá sér upp sem mikill kvenréttinda lögmaður en hinn að kúa konur til þess að afsala sér réttindum og fjárkúa þær í raun og veru. Og bæði að græða peninga. Þetta ég sá þessa frétt þarna á Vísi og ég hugsaði, á ég að vera að ræða eitthvað sérstaklega mál systur minnar, mér fannst þetta alveg yfirgengilegt og það yfirgengilegt að það sé hægt að kúa konur með þessum hætti sem við sáum hérna. En það eins og það Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu inn á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.